Hvalsneskirkja stendur á vestanverðu Reykjanesi, ein af fáum steinkirkjum landsins, reist úr grjóti úr nágrenninu. Vígsla kirkjunnar fór fram á jólunum árið 1887. Að baki byggingunni stóð Ketill Ketilsson, stórbóndi í Kotvogi. Steinsmíðin var unnin af Magnúsi Magnússyni og Stefáni Egilssyni. Allt tréverk sá Magnús Ólafsson um. Viðurinn var sóttur í fjörur í grindinni. Árið 1945 var kirkjan endurnýjuð undir umsjón húsameistara ríkisins. Í dag er hún fríðuð sem menningarminjar. Kirkja hefur staðið á Hvalsnesi allt frá því 1200. Núverandi kirkja er fyrsta byggingin á staðnum sem stendur utan kirkjugarðsins. Altaristaflan er eftirgerð frá dómkirkjunni, máluð 1886 af Sigurði Guðmundssyni. Hún sýnir upprisu Krists. Á árunum 1644 til 1651 þjónaði Hallgrímur Pétursson sem prestur í Hvalsnesó. Hér hóf hann sinn prestferil með konu sinni Guðríði Símonardóttur sér við hlið. Þau misstu unga dóttur sína, Steinunni, sem lést aðeins 4 ára. Hallgrímur mun sjálfur hafa hoggið legstein hennar. Steinninn týndist með tíð og tíma en fannst aftur árið 1964, þar sem hann hafði verið lagður sem hellusteinn fyrir framan kirkjuna. Í þessum steini og í þessari jörð býr sá persónulega saga sem enn lifir með Hvalsneskirkju. Kirkjan er táknmynd þess að við manneskjurnar komum og förum, en kirkjan stendur alltaf sína plikt. Hún stendur enn og mun gera ókomna tíð.